Við ætlum hins vegar að byrja á orðum Davíðs Oddssonar frá því í gærkvöldi sem sagðist ítrekað hafa varað stjórnvöld við bankahruninu. Við ætlum að ræða brest í samskiptum Seðlabanka og ríkisstjórnar og margt annað sem fram kom í þessu umdeilda viðtali og Þóra Arnórsdóttir tekur nú við. Já, þeir eru sérstaklega hjá með því Guðmundur Magnússon, hagfræðingur, Ingvar Kristinsson, forstöðumaður hagfræðisviðs Landsbankans og fyrrum starfsmaður Seðlabankans til 20 ára og Einar Már Þórðarson, stjórnmálafræðingur. Verið velkomnir allir þrír. Takk. Einar, mér langar kannski að byrja á þessum stjórnmálafræði í vinkli, þar að segja þessum, ég leyfi mér að segja bresti í samskiptum eða trausti, þar sem Davíð Oddsson, seðlabankastjóri, segist ítrekað hafa bent stjórnvöldum á það að hér væri hætta á ferðum, það þyrfti að bregðast við ef ekki ætti illa að fara og það hefði ekki verið tekið mark á honum vegna þess í kjölfarið þá hafi menn talað við bankastjórana og trúa þeim frekar. Hvað þýðir þetta í rauninni? Já, eins og Davíð Oddsson leggur þetta upp í gær að þá virðist hafa verið að ríkisstjórnin hafi ekki tekið nægilega mikið mark á Seðlabankanum og þegar að Davíð Oddsson hefur varað ríkisstjórnina við að eigin sögn þá hafi verið kallað í bankastjóra viðskiptabankana og þeir sagt að það var allt í lagi og það virðist þá hafa frekar verið tekið mark á þeim. Nú veit maður ekki nákvæmlega hvernig þessi atburðarás átti sér stað en svona eins og Davíð lýsir þessu í gær að þá má leggja þennan skilning í það. Við heyrðum reyndar fyrir í fréttum að Geir kannski leggur ekki að nákvæmlega sama skilning í þessa atburðarás en ég held að það verði náttúrulega bara að kryfja það til mergjar núna næstu daga hver var nákvæmlega atburðarásinn og hver varaði hvern við hvenar og ég held að þjóðin sé orðin svolítið það alltaf vísað í einhverja rannsóknarnefnd og þetta alltaf komið ljós en ég held að þjóðin sé orðin svolítið langaðið eftir þessari rannsóknarnefnd. Ég veit hún er að störfum en fólk kannski velti fyrir sér hvað ekki hafna neina yfirheyrslur eins og við sjáum í þinginu í Bretlandi, Bandaríkjunum og svo framvegis. En aðeins aftur á hans orðum vegna þess að það fer ekkert milli mála hvað hann er að segja. Hann er að leggja það þunga áherslu að hann hafi skýrt frá sínum ótta, sagt öllum nákvæmlega frá honum allan tíman, það hafi ekki verið tekið mark á því. Er þetta ekki þá brestur ekki, það er kannski ekki honum að kenna að honum er ekki trúað þó að hann sé pólitíkus, er það þá ekki brestur stjórnvalda að bregðast við og segja við skulum frekar trúa bankastjórum? Og ég hef einmitt velt því svolítið fyrir mér í dag hvort að ríkisstjórnin hafi einmitt skellt skollaeyrum við orðum Davíðs vegna þess að það hafi verið að hlusta á stjórnmálamannin Davíð en ekki Seðlabankastjóran Davíð og hugsa og ef svo er þá náttúrulega sýnir það hvað er óheppilegt að það sé stjórnmálamaður eða fyrirverandi stjórnmálamaður og svona umdeildur í stöðu Seðlabankans þegar við vitum það að Davíð hefur náttúrulega löngum eldagrátt silfur við þessa eigendur bankana og þessar svokölluðu útrásarvíkinga. Verða menn ekki geta hort fram hjá því þegar svona mikilvægt efni er til umræðu? Þessi trúverðugleika vandi sem Einar talar að hann er auðvitað staðreynd. En ég held að hann, og það er ósköp eðlilegt að haft í huga að Davíð hefur verið svo áberandi á hinu pólitíska leiksviði á Íslandi í svo langan tíma. Í meira en aldarfjórðung hefur hann hér verið nánast yfirþyrmandi í okkar stjórnmálalífi. Þannig það er ósköp eðlilegt að hans persóna sér svolítið flækist hér fyrir. En ég held að vandinn sem Einar er að tala hann snúi fyrst og fremst kannski að almenningsálitinu, að fjölmiðlunum, að stjórnmálaflokkunum. Ég held að hann sé ekki að afsaka viðbrögð eða skort á viðbrögð stjórnvalda með þessu. Davíð Oddsson sem seðlabankastjóri, það var ekkert verið hann er ekki einstaklingur þar. Hann er með aðra bankastjóra sér við hlið, hann er með sérfræðinga, hagfræðinga og svo framvegis og hans mat á stöðu og hans viðvaranir, þær komið ekki detta ekki af himnum ofan, þær eru rökstuddar í skýrslum sérfræðinga, erlendra og innlendra. Þannig að það er ekkert hægt að skella skollaeyrum við því sem hann hefur verið að segja. Og ég held að í raun og veru sé ekki sanngjarnt að segja að stjórnvöld hafi beinlínis gert það. Ef við tökum þessa atburðarás frá 2006, held ég að menn hafi alveg verið að hlusta á þetta og ég held að menn hafi gert sér grein fyrir því að það var alvarlega vandað þetta. Ég held bara að menn hafi ekki bara fundið ráð til að bregðast við og ekki vita hvernig það átt að gera þetta. Að einhverju leyti lögðu stjórnmálamenn og stjórnvöld trúa eða hafðu trúa því að bankakerfið sjálft gæti leyst þetta
sem ekki gerðist og einhverju leyti þetta spilar inn í að menn trúðu því ekki að þetta gæti farið á versta veg. En ég held sko að þetta vandamál það sé ekki svona einföld skýring á því að menn hafi bara ekki tekið mark á Davíð Oddssyni, alls ekki sko. En þetta þá ekki kannski að einhverju leyti svona þessi liðaskipting að einhver, að þegar þú ert með stjórnmálinn og þú ert með Seðlabankann og þú ert með viðskiptalíf og viðskiptabankana og þar einhver brestur á og það finnst mér auðséð á málflutningi Davíðs og honum finnst eins og Seðlabankinn hafi verið hrópandi í eyðimörkinni og að stjórnvöld og almenningur hafi látið hrífast með einhverju flóðbylgju og einmitt ekki hlustað. Nú, þú setið beggja vegna borðsins, Ingvi, held ég geti leyft mér að segja, inn í Seðlabankanum til 20 ára og síðan aftur í Landsbankanum. Já, það sem kemur eiginlega, ég kemur óvart við þessa umræðu ykkar á milli og líka þennan málflutning Seðlabankastjórans að hann að miklu leyti skiptir hann ekki máli. Það að segja að Seðlabankinn sjálfstætt stjórnvald, hann stjórnvald og einmitt með breytingur sem var gerð 2001 að þá var gerð svo breyting að frelsi hans til beitingar sinna stjórntækja, það nánast óskert, það að segja vaxtaákvarðanir, beiting bindiskyldu, lausafhlutfalls, allt sem var samkvæmt eldri lögum að einhverju leyti háð samþykki ríkisstjórnarinnar, það ekki lengur fyrir hendi. Og með lögunum frá 2001 þá alveg tekin af öll tvímæli það að Seðlabankinn ber ábyrgð á fjármála stöðuleika í landinu. Ég má ekki segja hann hafi einmitt beitt þessu stjórntæki óspart, það að segja skrúfa í stýrivextina. Það var nú svona það bíl það eina sem að Davíð sagði að mætti jafnvel eftir á reikna sem mistök að hafa haldið stýrivextina svona há. En hinn stjórntækin, þess að stjórntæki bindiskylda og lausafjárskyldan sem hann hefur heimild til að setja á, þær einmitt ætlaðar til þess að hamla við ofvexti fjármálafyrirtækja og það akkurat vandinn sem að Davíð telur sig hafa orðið áskynja allt frá árinu 2006 og reyndar hafa miklu fleiri bent á það. Alþjóðlegar lánshæfisfyrirtæki, alþjóðlegar eftirlitsstofnanir hafa bent á þennan vanda alveg frá 2006 og þá spyr maður sig af hverju Seðlabankinn brást ekki við og beitti sínu stjórntækjum. Hann þurfti, það var ágætt og fínt að hann skildi vara við og vekja athygli ríkisstjórnar á samráðsfundum á þessum vanda, en þá stóð honum næst að grípa til aðgerða til þess að stöðva þennan vöxt. Þú segir aðgerða þar að segja hækka bindiskylduna, hann ræddi það nú í gær og sagði að það orðið til þess að stóru bankarnir hefðu bara náð sér í ennþá meira af ódýrum peningum og sparisjóðirnir hefðu setið eftir. Já, það einhver misskilningur í honum vegna þess að heimild lagana og reglugerðarinnar Seðlabanka þannig að hana bindiskylduna má leggja bæði á innlánsfé og allt ráðstöfunarfé bankana, þar á meðal erlenda lántökur. Ég skildi orð hans þannig í gær að hann væri að hugsa bindiskylduna fyrst og fremst þannig að hún væri lögð á innlánsfé og hún myndi þá skekkja samkeppnisstöðuna milli lítilla stofnana innanlands sem ekki hafa aðgang að erlendum mörkuðum og stóru bankana. En staðreyndin hins vegar sú að bindiskylduna má leggja á allt ráðstöfunarfé bankana, innlán, lántökur, aðra skuldabréfafjármögnun og það má leggja mismunandi bindiskyldu á mismunandi tegundir lánastofnana og mismunandi tegundir ráðstöfunar fjár. Þannig að í raun og veru þessi umræði sem hann vakti í gær það að beiting bindiskyldu að hún myndi skekkja einhvern veginn samkeppnisstöðu fjármálastofnana innanlands og hún ekki á rökum reist. En það ekki samt sem áður svo að stjórnvöld, þar að segja Seðlabanki og ríkisvaldi þurfi þá að vinna að þessu í sameiningu? Getur Seðlabanki gert þetta einn og sér? Já, það einmitt hugsununa. Þetta sjálfstæði Seðlabanki samkvæmt lögunum frá 2001 og hann hefur fullt frelsi til að beita þessu stjórntækjum. Hann ber ábyrgð á fjármálastöðugleika í landinu og kom í veg fyrir að kerfið falli vegna einhverja veilu eða rangrar uppbyggingar. Og þessi stjórntæki, þetta eru einu þau þekktu stjórntæki í heiminum, í Seðlabanka heiminum, til þess að glíma við vandamál eins og þetta þegar að ræða ofvöxt á fjármálafyrirtækjum í kjölfar, til dæmis einkavæðingar. Ég skil þetta þannig að það hefur verið mat Seðlabankans og þá ég við allra forystumanna hans, hagfræðinga og bankastjóra, að staðan sem var komin upp, skulum segja til dæmis í ársbyrjun 2006, hafi verið þannig að hefðbundin stjórntæki Seðlabankans til þess að bregðast við, þau dygðu ekki, það væri ekki að nota þau með nægilega árangursríkum hætti og það að gera eitthvað annað og ríkisstjórnin að koma inn í eða bankarnir sjálfir að breyta á einhvern hátt sínum rekstri. Ég skil þetta þannig, við erum auðvitað bara leikmenn á þessu sviði og getum ekki haft nægilega skynsamlega skoðanir á þessu og þetta verður bara að koma í ljós og þess vegna passar þetta bara við okkur. Nú hefur komið fram í svörum til forsætisráðherra við þessum
ummælum frá seðlabankastjóra fyrir í haust á fundi, hann var með svipaða ræðu á fundi í nóvember hjá Viðskiptaráði Íslands. Og þá var svar forsætisráðherra það að ríkisstjórnin hefði brugðist við öllum tilmælum Seðlabankans, þannig að það virðast engar praktískar ábendingar hafa komið frá Seðlabankanum til þess að takast á við þennan vanda sem að ríkisstjórnin hafi látið undir höfuð leggjast að framkvæma. Er þetta kannski einhver leyti deila keisarans skegg svona eftir á? Ég, sko, af því að það nú fór ekki milli mála, held ég, í gærkvöld að Davíð Oddsson sár yfir því að vera eins og sakamaður, eins og hann sagði, og finnst eins og hafi verið hreinlega, hann sé hafður á blóraböggli. Er það rétt? Er til dæmis þetta frumvarp, Seðlabankafrumvarpið, til þess gert að koma honum út af því að síðan kemur bráðabirgðabankastjóra eins og hann benti á, sem eru þá eiga allt yfir gjaldeyrissjóðurinn þangað til búið að ráða hana? Já, vissulega þetta deilan keisarans skegg og það eru allir að benda, þú veist, ekki benda á mig. Þetta sök margra aðila, þetta náttúrulega sök fyrst og fremst þeirra sem að ráku viðskiptabankana, svo náttúrulega stjórnvalda, þá verða ríkisstjórn og væntanlega löggjafinn líka og Seðlabankinn, Fjármálaeftirlitið og svo framvegis. Og ég held að það verði bara að fara að koma í ljós og menni að hætta, og ég held að þjóðin sé orðin langþreytt á þessum leik að allir svona virðast verið því að firra sig einhverju sök. Maður les alltaf því fyndnar greinar hérna eftir fyrrum bankastjóra þar sem að þeir bendi eingöngu á Seðlabankann en horfa ekkert í eigin barm. Og ég get alveg tekið undir það með Davíð að ég held að þetta frumvarp sem að núna verið stoppa allt annað í Alþingi sé þetta fyrst og fremst til höfuðs honum, og það má spyrja auðvitað hversu allan að heppilegt er það að Alþingi virðist vera óstarfhæft á meðan. Og ég held að þjóðin sé bara orðin svolítið langaðið eftir því að fólk, að stjórnvöld fari að einbeita sér að einhverjum lausnum í staðinn fyrir að vera í endalausum bendingum. Og ég get alveg tekið undir það með Davíð sem hann sagði í gær að það vantar svolítið svona einhvern leiðtog, eitthvað til þess að svona stappa stálun í þjóðina, og maður fylgist með stjórnmálum því sem að gerast inn á Alþingi og jafnvel í ríkisstjórn, að þá það nú ekki til þess fallið að svona auka trúverðugleika almennings á því sem að gerast í íslensku þjóðfélagi. Ef ég má bæta inn hérna, mér finnst að þetta ekki vera ég held að þessi ábending Davíð sem vanti kannski nægilega sterkan leiðtog og eitthvað sem telur kjark í þjóðina og örvar okkur til framtak, að það sé veruleiki. En það er kannski ekki endilega Seðlabankastjóri sem á að þurfa að segja þetta, og þarna stundum finnst maður að hann sé í tveimur ólíkum hlutverkum. Og það er ákveðið vandi. En ég held að almenningur í landinu, ég held að hann horfa á þetta það fólk sem ég tala við, reynir að ýta persónu Davíðs að einhverju leyti út úr þessu öllu saman og hugsa þetta svona. Í haust urðu hér skelfilegir atburðir þegar að fjármálakerfið hrundi og það sá aðili sem átti að passa upp á að þetta gerðist ekki, það er ríkisvaldið, og það brást hver sem ástæðinu fyrir því, og þá var rökrétt að ríkisstjórnin bæðist lausnar og að æðstu menn fjármálakerfisins víkju til hliðar, óháð því hvort að þeir upplifðu þetta sem sína persónulegu ábyrgð. En hann virðist vera ótímabært, það er ótímabært að fara afhausa menn þegar öll kurl ekki komið til gráð. Það er ekkert verið að afhausa menn, þetta er bara að gangast við því að þeir eru í ákveðnum stöðum, trúnaðarstöðum hjá þjóðinni, og víkja til hliðar meðan að málið er rannsakað, og það var ekkert útilokað að þeir kæmu þá aftur þegar að niðurstaða væri fengin. Þetta hefði verið svona hinn eðlilega og rökrétta atburðar á mínum mati. Við verðum að minnast á þessi nokkur hundruð eignarhaldsfélög, Yngvi, sem Davíð nefnir, og þjóðþekkta menn úr stjórnmálalífinu sem hafi fengið einhverja óeðlilega fyrirgreiðslu hjá bönkunum sem hann segist hafa upplýsingar um. Þetta er kannski það alvarlegasta mörguliti sem framkom í málans. Já, ég þekki þetta náttúrulega ekki og náttúrulega get ekki kannski fjallað það þannig, En það liggja einhvern veginn allir undir grun, þá hvernig að vera stjórnmálamaður og ég tala ekki menn hafa verið svona í einhverju sýslan fyrir utan þingstörfina, þá liggja allir undir grun. Best er bara að þessi mál bara komi í dagsljósið og þetta verði allt upplýst hverju þetta eru og ef að þetta er þá er náttúrulega langbesta líkur á því að það séu skattalegar ástæður fyrir því og auðvitað er allir að borga skatta á þessu landi samkvæmt lögum og reglum
og við höfum alveg umgjörð til að taka á því, þannig að það erum að gera kalla bara eftir þessum upplýsingum. En kannski, sko, varðandi þetta, samt sem áður, sko, að með þessu Seðlabankinn stjórinn aðeins að draga umræðina að mínu mati inn á villigötur, að því leyti til að bankarnir féllu ekki vegna erfiðleika í sínum rekstri, erfiðleika vegna útlána til einstakra fyrirtækja. Þeir féllu fyrst og fremst vegna þess að þeirra erlenda lausafé eða það erlenda lausafé sem þeir þurfa að hafa aðgang að og þóknað upp. En er ekki, einmitt það að menn voru ekki búin að búa sig undir? Jú, það er alveg rétt eins og Einar var að segja hér að ábyrgð náttúrulega í þessu máli hérna er fyrst og fremst auðvitað hjá þeim sem voru að stjórna þessum stofnunum. Þeir sigldu sínum fyrirtækjum í strand og þannig að þar er fyrsta ábyrgðin, önnur ábyrgðin er alveg klárlega eins og hjá þeim eftirlitsaðila sem áttu að tryggja það að kerfið væri heilbrigt og íslenska ríkið gæti stutt við sína banka eins og menn gera almennt kröfur til að ríkisstjórnir, að ríkisvald geti gert á Vesturlöndum og þar er ábyrgðin hjá Seðlabankanum. Þannig að það sem ég var að segja áðan má ekki túlka það að ég sé að skýrast eða bera ábyrgð eða varpa ábyrgð frá stjórnendum bankana í þessu máli. En það sem hann var að reyna að gera, að henda þessi inn í eitthvað tómarúm að ríkisstjórnin hefði átt að taka við boltanum að því þeir vöruðu við, það held ég að sé ekki rétt vegna þess að tækin sem eru til að taka á þessu eru hjá Seðlabankanum. Muni er svo eftir að deila lengi það, en við förum nokkuð lengra með þetta í bili. Það er hins vegar eins og þú mittist á upphafi Guðmundur, 25 ár sem Davíð hefur verið stór hluti af íslensku samfélagi og það þarf ekki nú eitt sprengidagsviðtal til þess að samfélagi logi, bloggheimarnir og annað og svo er að sjá hvert svo umræða leiðir okkur. Kæra þakki fyrir að vera með okkur. Takk.